Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin á YouTube-rásina mína. Ég ætla að fjalla eins stjörnuspekina og afstöður plánetana núna sérstaklega 5. til 20. júlí. Ég svolítið sein á ferð með þetta. Ég búin að vera á ferðalögum og bara verið upptekinn svo ég hef ekki getað sinnt málinu fyrr. En það ennþá dagar til stefnu og gott að vita hvað að gerast núna á næstunni vegna þess að það mjög öflug orka í gangi núna eftir nokkra daga. En allavega tunglið var förum við byrjunni. Tunglið var 5. júlí, það var nýtt í Krabbanum og það nýtt tungl í Krabbinu vatnsmerki, þannig að það svona tilfinningaríkt, það umhyggjusamt, það tengist svona hjartavinnu, úrvinnslu, áfalla og annan þess áttar sem við þurfum að fara í gegnum í líf okkar. Það náttúrulega engin eiginlega sem sleppur við það og ef við reynum að sleppa við það þá yfirleitt lendum við í ógöngum með eitthvað annað sem við bætum á líf okkar vegna þess að ef við vinnum ekki úr tilfinningaáföllunum þá leiðir það oft til fíkni eða annarra vandamála í lífi okkar. Við reynum að flýja það sem óþægilegt en þegar við vinnum úr því þá verðum við heil sem einstaklingar og getum unnið meira í kærleiksorkunni og ljósinu og það einmitt það sem að krabbinn að hjálpa okkur að gera núna. En það sem merkilegt við þessa daga frá 5. til 20. júlí að það svokallað orkuhlið tengt Síríusi sem opnast og það kemur mikið innstreymi af ljósorku til okkar. Þetta í formi ljósagna og það allir sem verða fyrir þeim, hvort sem þeir meðvitaðir það eða ekki. Það ekki farið í neitt manngreinarálit. Það fá allir þessa orku. Svo mismunandi hvernig við bregðumst við henni. Þeir sem meðvitaðir hana, það sem þeir geta gert að þeir geta nýtt sér hana til þess að auka ljósið í ljóslíkama sínum og til þess að öðlast aðri andlegan skilning af því að við erum í uppfærslu. Þetta parturinn af þessari miklu vitundarvakningu sem ég allavega búin að vera að skrifa í meira en 2 ár og fjalla mikið í bókinni minni Leið hjartans og skýri út af hverju Síríus svona mikilvæg stjarna en hún í rauninni sólin á bakvið Alkæónu sem svo á bakvið sólin okkar. Þannig það 3 plánetur sem raðast upp. En Síríus þarna aðal afstaðan núna þessa næstu daga alveg fram til 20. Þetta einstök afstaða vegna þess að þótt sólin raði sér upp einu sinni ári svona tenging beinlína á milli sólar og Síríusar en almennt tunglið ekki með en það með á þessu ári þannig að þetta stór öflug andleg uppvakning fyrir okkur og sólin náttúrulega Síríus að senda okkur ljósagnir sem ótrúlega öflugar vegna þess að hún svona 20 til 30 sinnum öflugur eða meira ljós frá henni heldur en frá sólin okkar. Eða bjartara ljós kannski réttar að kalla það. Allt þetta tengist þessari andlegu vakningu mannkyns. Við erum að vakna til vitundar að við munum og höfum miklu meiri þekkingu og skilning heldur við höfum okkur hefur verið talið trúum hægt að segja það sem svo og við höfum verið svona svolítið í viðjum vanans og innan ákveðina þröngsramma hugans og kannski ekki trúað og treyst til dæmis innsæi okkar sem mjög mikilvægt en þessi hækkandi tíðni frá Síríusi hún kemur til með að hjálpa okkur að öðlast dýpri skilning og að tengjast uppsprettu alls sem og ég að stökkva hérna yfir þessar skýringar í svona ákveðnum punktum en ég skrifa grein þetta líka og fyrir þá sem vilja lesa nánar þá hægt að finna greinina inn á vefsíðunni minni guðrúnbergmann.is. Þetta tímabil 5. til 20. Veitir okkur einstakt aðgengi að orku Síríusar og eins og ég sagði að hann hjálpar okkur að uppfæra ljóslíkamann
En ljóslíkaminn, hann í rauninni tjáir útgeislun sálarinnar og það talað við erum með 23 litninga í DNA-en okkar eða chromosomes, hvort þetta sem það er kallað, og sá 24. að bætast við með þessari uppfærslu okkar og þetta tengir okkur í rauninni við óendanlegar víddir tilverunar, svo við eigum eftir að vera hæf til þess að hafa samskipti við verur frá öðrum plánetum og við eigum eftir að hafa meira samskipti við þá sem búa í öðrum víddum heldur en við hér á jörðinni, samanber álfa og dverga og annað þess háttar og það er mjög mikilvægt að við lærum á þessar tengingar og líka bara tengingu okkar við náttúruna, geta lært að hlusta á náttúruna og vinna með hana. Ég er nýkomin úr 9 daga ferð, þar sem ég var leiðsögumaður fyrir hóp af aðallega Bandaríkjamönnum og við fórum landið til þess að vinna með orkuna og í rauninni endur nýjana eða styrkjana með ýmsum leiðbeiningu sem ég og hópstjórinn Jean Ang höfðum fengið áður en kom að ferðinni og við fórum inn að Hofsjökli, við fórum þaðan inn í Gjána í Þjórsárdal að Stöng þar sem risinn verndar landið, hann er verndari Suðurlands og við fórum Austurland þar sem drekinn verndar Austurland, norður þar sem örninn verndar landið okkar og vestur þar sem nautið er að vernda landið okkar. Og þessi landvættir hafa lifað með okkur alveg síðan, ég held að hafi verið Grímur Gormsson sem var konungur í Noregi, hann var að spája að ráðast hingað inn til þess að ná hér yfirráðum, en til öryggis að þá sendi hann samískan sjaman til landsins fyrst til að kanna aðstæður og hann breytti sér í líki sels og synti hingað að landinu og hann fann þessa landvætti og þegar við urðum sjálfstætt land og fórum að slá okkar eigin mynt að þá eru í skjaldarmerki landsins eru þessi landvættir og þeir eru á allavega 10 krónu peningnum okkar og þannig að þeir hafa lifað með landinu en það hefur kannski ekki verið sýnd mikil athygli sem slík þannig að ég fekk leiðbeiningar það við þyrftum að vekja orkuna í þeim þá vorum við að vinna inn á öðrum tíðnisviðum og öðrum sviðum og tengja okkur við þau og fá alls konar upplýsingar og það sama er að gerast hjá öllum sem eru tilbúnir til að taka á móti þessari orku. Af því að útþensla ljóslíkamans mun tengja okkur við æðri greind og samin okkur visku æðri andlegri sviða. Þannig að við förum, eins og ég sagði áður, að treysta þeim upplýsingum sem við erum að fá vegna þess að það eru mjög margir sem eru með sterkt innsæi en þora ekki að treysta þeim upplýsingum sem þeir eru að fá og það er auðvitað mjög mikilvægt vegna þess að við þurfum að geta farið eftir þeim og við þurfum líka að geta treyst á hugsanaflutning hugsanlega ef að netið fer út og símarnir fara út og annað þess að það sem er möguleiki á. Við erum að gera okkur grein fyrir það möguleiki á öllu þessu. Upp úr 1990 þá kom hingað til lands kona sem heitir Patrice Nowley. Ég og maður minn við höfðum samband við Sanja Roman og Dwayne Packer sem voru höfundar að bókinni Lifðu í gleði og báðum að fá eitthvað til landsins sem gæti haldið námskeið til þess að hjálpa fólki að þróa andlega næmið sitt og Patrice var miðill og hún kom til landsins til að kenna og hún var líka að kenna okkur ljóslíkamann og halda námskeið þar sem við vorum að efla okkur í að auka og opna fyrir tíðni ljóslíkamans en orkan þá og orkan nú var svo algerlega ólík því sem er núna. Hún er miklu hærri tíðni og við höfum aðgengið að þessum upplýsingum og að þessu ljósi til þess að tengja það í líkama okkar og hækka okkar andlega skilning eða næmið okkar andlegu tengingu. Þannig að
já, það mjög skemmtilegt og spennandi að gera þetta. Við tunglið var þann 5. júlí í 90 gráðu spennuafstöðu við eina af dvergplánetunum sem heitir Salacia. En dvergplánetan Salacia, hún var í mýtunni eiginkona Neptúnusar og hún líka tengd hafmeyjuorku og hún birtist oft sem svona glitrandi ljós sem merlar á vatns- og hafflötum og við höfum öll séð birtinguna hennar. Hún í rauninni táknræn fyrir samruna ljóss og vatns og þegar við aukum ljósmagn líkamans þá færum við hina háu tíðni guðlegsljós niður á jarðneska planið. Og ljósið efni vitundarinnar en vatnið hinn jarðneski þáttur sem tengir vitundina við hina jarðnesku vit. Og vatn mjög mikilvægt, það það alltaf, en það sérlega mikilvægt á næstunni vegna þess að vatn leiðari fyrir ljós, eða ljósorku, eða rafmagn, eða hvað sem viljum kalla á þetta, þetta bara rafmagn í raun sem að koma niður. Og til þess að kynna sér aðeins meira mikilvægi vatns og þau áhrif sem við getum haft á vatn, þá getið þið flett upp honum Masaru Emoto sem og það verður hlekkur í greininni sem ég set inn á vefsíðuna, en hann var Japani sem fór að rannsaka hvaða áhrif hugsanir hefðu á vatn með því að taka vatn og frysta það og sjá hvernig ískristallarnir kæmu út sem mismunandi eftir því hvaða hugsanir voru settar í kristallana. Og ef þú settir kærleik þá var ofsalega fallegi kristallar, en ef þú settir hatur eða einhverja ljótar hugsanir þá eru þeir afmyndaðir. Þannig að vatnið líka leiðari fyrir hugsanir okkar og tilfinningar okkar og þess vegna það svo ofboðslega mikilvægt. Masaru látin, en það kona sem heitir Veta Austin sem frá Nýja-Sjálandi sem hefur í rauninni tekið við keflinu og að rannsaka vatn og mikilvægi vatns og þau áhrif sem að meðvitund okkar getur haft á vatnið. Og hún að gefa út nýja bók sem kemur út núna í þessu mánuði, þannig að ég set lekkin inn á vefsíðunni hennar í greinina sem þið finnið hér fyrir neðan. En orkan frá Salacia, þessari dvergplánetu, og þessar dvergplánetur að koma með orku til þess að hjálpa okkur að komast inn á kvantumsviðið sem í rauninni svið ótakmarkaðra möguleika, þar sem við eigum möguleika á að vera svo miklu næmari og skilningsríkari og sjá heiminn í algjörlega nýju ljósi og sjá í gegnum þær blekkingar sem hafa verið að halda aftur af okkur sem þessar ljósverur eða guðlegu verur sem við erum. Og Salacia, í raun táknræn fyrir guðlega ljós og vatni leiðir þessa uppbyggingu ljósins inn í líkama okkar og ef við erum meðvitað að taka á mótinu þá það helmingi öflugra. Svo það getur skipt máli fyrir okkur, sérstaklega núna þegar það sumartími, að vera nálægt vatni í náttúrunni, líka auðvitað á veturna og að ég drekk vatn úr svona uppsprettu lindum eða litlum lækjum sem gott rennsli í og ekki mikið af húsdýrum eða eitthvað í kringum og við getum líka tekið vatnið okkar og blessa það. Og það sem ég gerði á sínum tíma því ég fylgdist mjög mikið með Masaru Emoto þegar ég var með verslunina Betra líf. Þið sjáu hvað það langt síðan því ég átti hana frá árinu 1989 til 1994. Og þá keypti ég frá Masaru ég keypti límmiða sem ég límdi á vatnsflöskurnar heima hjá mér og í rauninni breytti strúktúrnum í vatninu með því, en við getum alveg sett hendin okkar yfir vatnið og blessa það. Og það skiptir ekki máli hvort að við erum á veitingastað eða einhvers stað eða heima hjá okkur. Við getum alltaf blessa það, en það betra að drekka vatnið úr
glerglössum heldur en úr pappa eða einhverju öðru þess að það hefur alltaf áhrif á vatnið. Svo í þessari orku þá er náttúrulega mjög mikilvægt að vinna að hreinsun líkamans vegna þess að líkaminn hann fullur af eiturefnum úr náttúrunni, úr fæðunni, úr olíunni sem við notum við matseldina og ýmislegt fleira. Svo við þurfum að hreinsa hann og þá erum við aðalega að vinna að því að hreinsa eiturefni sem að hafa komið í hann á einn eða annan hátt og líka eiturefni úr blóðinu. Því við getum sagt sem svo að ef við horfum á ár heimsins og sjáum hversu mengaðar þær eru og höfin og skoðum svo blóðið sem í rauninni árnar innan í okkur, að þá getum við ímyndað okkur að það sé samsvarandi mengun í þeim, misjafnt þó eftir hvar við búum og við erum nokkuð heppin hér á þessu landi. En sko, blóðið lífsvökvinn okkar og við þurfum að halda því eins hreinu eins og við mögulega getum. Við þurfum líka að halda meltingaveginum okkar hreinum og þess vegna gott að taka einhverja hreinsun núna á næstunni. Ég segi alltaf gott að hreinsa á haustin, eftir áramót og á vorin vegna þess að þetta eru bestu tímarnir til þess að við getum þá tekið á móti orkunni betur sem á hverjum árstíma fyrir sig og mikilvægt eins og eftir jól og áramót að fara í hreinsun vegna þess að þá líkaminn oft yfirhlaðinn af alls konar matvælum sem við höfum borðað í nóvember og desember af því við erum að fagna jólum með því að borða mikið. Það eiginlega það sem við erum að gera. En dagana 14. til 16. júlí og það bara næstu dagar, þá eru Mars og Úranus í samstöðu og þetta eiginlega svona eins og sprengisamstaða vegna þess að Mars býr yfir hernaðarorkunni og framkvæmdaorkunni og svona öflugum drifkrafti og Úranus og þessar plánetur í nauti og Úranus pláneta sem táknræn fyrir hið óvænta, fyrir eldgos, fyrir jarðhræringar, fyrir endalok einhvers, fyrir það að klippa snögglega á hlutina og slíta það úr samhengi, fyrir að gera hluti ekki línulega heldur bara óvænt og af því að við þessi orka svo kröftug með þessar tvær plánetur saman, þá þurfum við aðeins að vera meðvituð hana. Vedíski stjörnuspekingurinn Joni Patrice sem býr í Bandaríkjunum, hún þekkt fyrir að vera nokkuð nákvæm í spádómum sínum og hún heldur því fram að þann 14. hugsanlega degi fyrir eða degi seinna, að þá verði jarðskjálfti í San Francisco vegna þess að afstöðurnar í kortunum fyrir San Francisco núna á þessari samstöðu Mars og Úranusar nákvæmlega eins og hún var þegar stóri jarðskjálftinn var þar 1906. Það ekki öll hús timburhús í dag, það ekki öll hús kynt með gasi í dag, þannig að það getur meira verið að það verði ekki eins mikið, mikla skemmdir, en það eru fleiri sem hafa verið að spá jarðskjálftum, hvort sem í pólitíska lífinu eða í jörðinni, í Bandaríkjunum, þannig að við megum alveg vona því að það verði eitthvað þar. Við sjálf búum á landi sem þekkt fyrir jarðskjálfta og það ekkert annað en að lesa núna upplýsingar frá Veðurstofu Íslands til þess að sjá hversu mikil skjálftavirknin á landinu og hún víða, hún í rauninni alveg eftir sprungukerfinu okkar. Og ef það verður jarðskjálfti í San Francisco þá tengist það San Andreas sprungukerfinu sem þar og ef það fer af stað þá megum við alveg búast við að flekarnir hér á landi fari af stað. Og það var mjög merkilegt með þennan hóp sem ég var með, þau voru mjög forvitin að vita hvort þau væru á amerísku plötunni eða jarðflekanum eða Evrópu, Asíu jarðflekanum þegar þau voru hér á landi, hvar keyrir maður yfir og annað þess aftar. Af því að þetta kannski ekki eitthvað sem fólk að spá í dagstælega sama hvar það býr. En samhliða þessari samtengingu Úranusar og Mars, þá það í rauninni svolítið merki að hið gamla að hrynja
og hið nýja að byrja að mátast og hið gamla eru stjórnkerfið sem við höfum búið við alls konar skilgreiningar á hvað við megum og hver við erum og annað þess háttar og það að með meira ljósi í líkama okkar að þá við líka að stíga fram í því sem við getum kallað meira sjálfræði og að ákvörðun að við ráðum sjálf yfir líkama okkar, ekki einhver annar. Við erum við völdin þar, við erum drottningar og konungar í okkar eigin líkama og getum og eigum að ráða yfir, örlögum hans og við þurfum að taka þetta vald og nýta það í lífi okkar. Það partur af breytingunum sem við erum að fara í gegnum að við gerum það. Nú Mars og Ceres eru í 120 gráðu afstöðu, þannig Mars í afstöðu við fleiri plánetur heldur en bara við Úranus. Ceres dvergpláneta eða lítil reikistjarna en hún táknað fyrir kornrækt og uppskeru og matvælaframleiðslu og í rauninni við á leiðinni aftur tilbaka til náttúrunnar, til aukins, við höfum fjarlægst svo mikið náttúruna, við búum, allt og margir búa á steinsteyptum götum eða steinsteyptum húsum og við erum ekki í tengslu við náttúruna, við kunnum ekki að hlusta á hana, við kunnum ekki að horfa á skilaboð hennar og túlka þau, við höfum farið illa með jarðveginn með alls konar tilbúnum áburði og við erum að rækta matvæli sem koma úr þessu og þegar að jarðvegurinn mengaður, þá maturinn sem úr honum kemur það líka. Þannig það einn partur af þeim eiturefnum sem við þurfum að vinna að hreinsa úr líkamanum og líka að auka skilning okkar á mikilvægi matvælaframleiðslu, að við ræktum sjálf eitthvað af matnum okkar, kannski bara kryddjurtir í eldhúsglugganum, en að við skiljum þessa tengingu og mikilvægi jarðvegsins fyrir alla matvælaframleiðslu. Það í rauninni stóra málið. Andlegur skilningur okkar á eftir að aukast á næstunni og við erum öll á mismunandi tímalínu og þess vegna eykst hann kannski mikið hjá einum en ekki eins mikið hjá öðrum og það allt í lagi, þetta ekki kapphlaup, þetta þróun og við erum öll hvert á sínum stað í þessari andlegu þróun og líkamlegu þróun líka. Þetta í fyrsta skipti sem við erum að fara í gegnum þessar umbreytingar öll í lifanda lífi og þess vegna mjög mikið að gerast innra með okkur og við getum fundið fyrir alls konar áhrifum frá þessari auknu ljóstíðni eða þessu aukna ljósmagni sem að koma inn og það má það helst nefna höfuðverki, þreytueinkenni, mikla þörf fyrir að sofa meira eða það að við erum að andvaka, ýmsir liðverkir geta líka komið inn vegna þess að það verið að fylla okkur af ljósi sem að líkamannir eru ekki alveg vanir og þess vegna ákveðið viðmót pluss að ef við höfum verið að borða mjög þunga fæðu að þá hefur það líka áhrif, en þetta ekki bara eitt heldur margt sem að hefur áhrif á þetta og við skulum ekki vera neitt hrædd þótt að við finnum fyrir þessu. Það hringdi í mig maður í gær sem sagðist ekki skilja af hverju hann væri svona orkulaus og þreyttur og það getur verið út af þessum breytingum sem í líkamanum okkar og við þurfum bara að hlusta aðeins meira á líkamann núna og sinna þeim þörfum sem að hann með. Ef hann þarf að sofa meira, þá þurfum við að leyfa honum að gera það. Ef hann þarf að geta lagt sig miðjan daginn, þá þurfum við líka að leyfa honum að gera það. Ef hann þarf mikið að vera úti, þá þurfum við líka að leyfa honum að gera það. Þannig við þurfum að hlusta aðeins á hvað líkaminn að segja og hvaða þarfir hann með og hvernig ætlum við að mæta þeim. Eitt annað að Neptúnus og Venus eru í 120 gráðu afstöðu. Venus, hann hreyfist hraðar heldur en Neptúnus sem þeir eru í 120 gráðu samhljóma afstöðu og þessari samhljóma afstöðu á milli þessara tveggja pláneta fylgir mjög falleg orka, mjög skapandi orka, það hægt að nota hana til ritstarfa og hugmyndavinnu alls konar og þetta líka mjög kærleiksrík orka.
Þannig að við erum að læra að vinna alla hluti út frá hjartanu, eins og ég fjallaði í bókinu minni Leið hjartans, sem líka fæst inn á vefsíðunni minni ef þið hafi áhuga á að kynna ykkur hana. Og af því að það sú leið sem við þurfum að fara í framtíðinni, að vinna út frá hjartanu, vera með opið hjarta, senda hjarta orku til þeirra sem í kringum okkur og tengja okkur í rauninni við tilfinningar okkar og læra að skilja þær. Það kannski alveg nýtt. En svona rétt í lokin, eins og ég segi, þetta bara útdráttur úr greininni sem að ég setti inn á vefsíðuna, svo að þú vilt kynna það eitthvað frekar, að þá geturðu hérna kíkt inn á skal ég segja þér, guðrúnbergmann.is og lesið meira. Allar skýringarnar þar, þær eru cirka 4 síður en ég setti þessa punktarnir á 2 síður. Þannig það aðeins meira sem ég fjallaði þar. En ég verð með sérstakt námskeið orkudaginn mikla sem orkuhlið ljónsins sem verður 8. ágúst. Það einkum ætlað konum og sjálfstyrkingar námskeið þar sem við stígum inn í okkar eigið sjálfræði og verðum drottningar í okkar eigin lífi. Og það nokkur sæti ennþá laus á þetta námskeið, þannig að það líka hægt að skrá sig inn á síðunni minni guðrúnbergmann.is og smetla á námskeið efst á stikunni og þá ferðu beint inn á þá síðu þar sem hægt að síðan komast inn á námskeiðsíðuna. Og svo vil ég minna á að ég að gera stjörnukort fyrir fólk og mín stjörnukort öðruvísi heldur en almennt verið að bjóða upp á á allavega eftir því sem ég best veit. Ég með stjörnukort þar sem að koma fram persónuplánetuna 10 og líka 10 dvergplánetur, bæði í kortinu, fæðingarkortinu og eins í transit, eins og þeir eru á ferð kortið og það sýnir mjög víðtækt bæði hvar alls konar áföll geta verið falin og hvaðan þau koma og síðan hvaða áhrif þessar 9 plánetur að hafa inn á kortið okkar í dag og það eru 2 sem hafa nýlega skipt merki og önnur þeirra Haumea sem býr yfir þessari miklu endurnýjandi orku og hin plánetan Sedna sem var að fara inn í tvíburann og hún snýst mjög mikið að við sleppum tökum á því gamla og stundum gerist fólk sér ekki alveg grein fyrir minningunum og ég var að lesa í kort fyrir konu fyrir ekkert svo löngu síðan og ég sagði það á æskuheimilinu þínu, það kom eitthvað fyrir þig, þú varst fyrir einhverju áfalli þegar þú varst barn. Og hún sagði, nei, ekkert svoleiðis. Og svo nokkru dögum seinna heyrði ég inn og þá sagði hann, heyrðu bara það rifjaðist upp fyrir mér áfalli sem ég varð fyrir. Bara daginn eftir að við töluðum saman. Svo stundum sjáum við þetta ekki, en þetta getur hjálpað okkur að finna það sem við höfum grafið mjög djúpt og lært að vinna með það, svo við getum orðið meiri ljóslíkami og losað okkur úr þessum viðjum fortíðar, að því við erum ekki bara að vinna úr okkar eigin áföllum, heldur við líka að læra að skera á mynstrin sem hafa komið kynslóð fram að kynslóð í gegnum líf okkar og við höfum lært að mæðrum okkar og formæðrum að gera hlutina alltaf eins, en núna við að koma á þann stað að við notum orku Úranusar til að klippa á þessi gömlu mynstur og móta ný, að því við erum að fara að móta þau út frá þessu kærleiksríka hjarta sem við öll búum yfir, sem svo yndislegt. Svo ég ætla bara núna í lokin að segja að ég sendi þér og þeim sem að hlusta kærleik og ljós og ef að þér fannst þetta áhugavert sem ég var að gera, var ég mjög þakklátt fyrir like undir myndbandi og ekki síður þakklátt fyrir að þú myndir smetla á subscribe eða áskriftartakkan. Svo takk fyrir í dag.